Það er komið kvöld, það er búið að vera býsna góður dagur. Ég byrjaði daginn á því að taka bara upp dagbókina fyrir daginn í gær. Síðan tók ég bara morguninn snemma, fengið mér morgunmat, músli eins og venjulega og beið eftir því að Heini myndi vakna. Gaman að seinasti dagurinn sé svona fallegur. Þegar allir voru komin á fætur og búin að fá þessu morgunmat og gera sér til, að þá fórum við í Kristjaníu. Hvað þetta er fallegt. Og hér stoppar allt. Kristjaníu er hverfi í Kaupmannahöfn. Það er ýmislegt sem er gert í Kristjaníu sem má ekki annars staðar í Kaupmannahöfn í Danmörku. Til dæmis það er selt rosalega mikið af hassi þarna. Maður labbar og finnur bara graslyktina út allt. En það er mitt málið, það er nefnilega bannað að taka myndir og myndbönd á ákveðnum stað í Kristjaníu sem er akkurat markaðurinn þar sem þau eru að selja þetta allt saman. En það er líka bara illa séð að gera á öðrum stöðum í Kristjaníu þó að sé ekki inn á þessu svæði. Þannig að ég tók bara myndir og svoleiðis á stöðum þar sem voru skilti eða spurði hvort það mætti taka myndir. En Kristjaníu er rosalega fallegt hverfi að mörgu leyti. Það er rosalega illa hirt gróðurinn þarna. En húsin og listaverkin utan á þeim eru alveg guðdómleg. Það var gallerí hérna með alveg yndislega fallegum og litríkum verkum og þú nánast getur ekki labbað Kristjaníu án þess að sjá alla listina sem er hérna. Eftir að labba í gegnum Kristjaníu í dálítinn tíma þá ákveðum við að fara að fá okkur að borða. Þarna er dröð. Við fórum á stað sem heitir Risras og við fengum okkur þar alveg dýrindis máltíð. Ég fekk mér steikasamloku sem var very nice og ég hef ekkert bara kvöldmat síðan út af hún var bara svo fyllandi. Eftir hádegismatinn þá fórum við síðan nokkrir bara heim. Við vorum nokkur eftir niður í bæ og kíktum á svona ýmsa staður allt um. Fórum til dæmis upp í Spírallaturnin. Ég held hann heiti það, sem er þekktur turn í Danmörku. Það sem getur labbað svona upp í spíral upp turnin. Rosalega fínt útsýni. Hvað er í gangi hérna? Ef þú ert að leita að góðum parkourhústökum, þetta er rosalega fínn staður. Síðan fórum við bara heim og erum bara búin að vera að taka því rólega, hafa gaman, spjalla, spila. Hrafnhildur las í spátumsspil fyrir okkur, en núna veit ég allt framtíðina mína. Og við erum bara búin að hafa það þægilegt. Ég er búin að pakka öll ofan í bakpoka minn og ég er bara tilbúinn til þess að fljúga til Stuttgart í fyrramálið, Þýskalandi. Oh boy, nú byrjaði það.